Velkomin á líkamsmyndanámskeið. Ég heiti Elva Björk og er sálfræðikennari og náms- og starfsráðgjafi. Ég ætla að fara í gegnum svona frekar stutt námskeið með ykkur þar sem við förum gegnum 3 þrep og þú tekur þetta námskeið bara algjörlega á þínum hraða og stoppar þegar þú þarft að stoppa og hvetir til þess að vera með blað og penna þannig að þú getur svona skráð niður hugleiðingar og svör við spurningum. Það er alltaf hægt að hafa samband við mig með því að senda mér póst á elvabjörk@sjálfsmynd.com og svo er hægt að fylgjast með mér á Instagram líka þar sem að ég er með ýmislegt svona líkamsmyndar og líkamsvirðingatengt efni. En við skulum bara hefja þetta námskeið. Eins og ég sagði áðan að þá er þetta bara stutt námskeið þar sem að við förum í gegnum svona 3 þrep og ég hveti alltaf til þess að stoppa eftir hvert þrep og velta fyrir þér efninu sem að við fórum í og reyna að tengja kannski bara við sjálfa þig og þú bara pásar þegar þú vilt og skráir niður pælingar og spurningar. Við byrjum á því að svona kortleggja þína eigin líkamsímynd þannig það er gríðarlega gott að ná sér í blað og penna akkúrat núna. Fyrsta skrefið felst í því að bara kanna hver líkamsmyndin þín er, kanna hver staðan þín er, svo er alltaf hægt að koma aftur að þessu, til dæmis þegar námskeið er búið eða þú ert búin að kannski að æfa þig í eitthvað af verkefnunum sem þú færð og taka stöðuna aftur og kanna hvort það sé einhver munur. Fyrsta skrefið er líka bara aðeins að kynnast hugtakinu, bara hvað er líkamsmynd? Líkamsmynd er svona í grófum dráttum þessi tilfinning sem þú berð til líkama þíns. Hvernig líður með líkama þinn eða útlitið þitt, hvað þér finnst útlitið þitt, hvaða skoðun þú hefur á útlitið þínu og líkamsvexti. Hægt er að segja sem svo að líkamsmyndin feli í sér 4 þætti. Það er í fyrsta lagi svona hvernig þú sérð þig, hvort þú sért með raunhæfa hugmynd eigið útlit, hvort þú sérð þig rétt eða ekki, hversu ánægður eða ánægð þú ert með líkama þinn, bara hvernig líður gagnvart líkamanum, hvernig þú hugsar líkama þinn. Þetta eru dæmi til dæmis bara það hvort þú sért mjög upptekin af einhverjum pörtum af líkamanum, eitthvað sem þér finnst mögulega að vera galli, hvort þú hugsar mjög mikið útlitið þitt eða lítið. Þetta eru þessar pælingar hversu svona bara upptekin í rauninni við erum á líkamanum okkar. Svo er það síðasti þátturinn sem er í rauninni hegðunin þín í tengslu við útlit og holdafar. Svona hvað þú gerir, ertu að forðast hluti, ertu að forðast það að fara í sund, ertu að forðast það að fara í ákveðin föt, ertu að taka inn stera. Þetta er þessi hegðun sem að þú í rauninni framkvæmir sem að í rauninni líkamsmyndin kveikir á. En við ætlum aðeins að byrja á því að meta bara þína líkamsímynd og hér er ég með nokkrar spurningar. Þetta er ekki formlegur svona skimunarlisti en það er hægt að bera saman til dæmis bara svörin þín á þessum spurningum fyrir og eftir námskeiðið og þú getur tékkað hvort það sé einhver munur eða bara þegar þú ert búin að æfa það aðeins og reyna að vinna kannski eigin hugsunum eða eigin hegðunum. En prófaðu semst að meta þína eigin líkamsmynd með því að svara eftirfarandi spurningum eins hreinskilið og þú getur. Þannig nú væri gott að vera með blað og penna eða eitthvað til þess að skrifa niður. Spurning 1 hljómar svona: hversu ánægð eða ánægður ertu með útlit þitt á heildina litið? Og þá svararu A. mjög ánægð eða ánægður, B. frekar ánægð, C. frekar óánægð eða óánægður og D. er mjög óánægður. Spurning 2.
Hefurðu miklar áhyggjur af útliti þínu? Já eða nei? Spurning 3. Óskar þú þess að þú hefðir minni áhyggjur af útliti þínu? Já eða nei? Spurning 4. Hversu ólíkt er útlit þitt því útliti sem þú vildir að þú hefðir? A. Mjög ólíkt. B. Frekar ólíkt. C. Lítið ólíkt og D. Enginn munur. Spurning 5. Hvaða þættir í útliti þínu ertu mest ósátt eða ósáttur við? Er það hárið, nefið, þyngdin, tennur, vöðvar, brjóst, lærin, hæð, húð, enni, bringa, varir? Hvað er það við þitt útlit sem þú ert mest ósáttur við? Spurning 6. Af þeim útlitsþáttum sem þú taldir upp áðan, hvaða þættir valda þér mestri vanlíðan eða áhyggjum? Þannig núna velurðu það sem þú taldir upp áðan, velur það sem að þú í rauninni fókusar mest á eða það sem veldur þér mestri vanlíðan. Spurning 7. Hversu áberandi heldurðu að þessi útlitsþættir séu? Heldurðu að annað fólk taki eftir þessu? A. Nei, alls ekki. B. Lítið. C. Miðlungs. D. Já, frekar mikið og E. Já, mjög mikið. Og hér kemur síðan listi af útlitsáhyggjum sem fólk getur haft. Merktu við hve oft þú upplifir þessar áhyggjur. Þá geturðu merkt við mjög oft, stundum, sjaldan eða aldrei. Og ég mæli með að gera bara svona litla töflu á blað þar sem að þú getur merkt við þetta og áhugavert að skoða hvort að svörin á þessari töflu breytist með tímanum. Fyrsta hugsunin sem að margir upplifa er að fólk kemur öðruvísi fram við mig vegna þess hvernig ég lít út. Ef þú tengir við þessa hugsun, þá svararðu mjög oft eða stundum og svo ef þú tengir lítið við þetta þá er það sjaldan eða aldrei. Næsta hugsun, öðrum finnst ég óaðlaðandi. Hugsar þú þetta mjög oft, stundum, sjaldan eða aldrei. Þriðja hugsunin, aðrir glápa á mig, tala mig og jafnvel hlæja. Ef þú upplifir þetta, þá er skráirinn niður mjög oft, stundum eða sjaldan og svo er það aldrei. Næst, það fyrsta sem fólk tekur eftir þegar það sér mig eru gallarnir mínir. Og næsta hugsun, ég er óaðlaðandi. Svo er það, ég er ósátt eða ósáttur með útlit mitt. Ég er minna virði en annað fólk ef ég lít ekki vel út. Ég mun ekki eignast nýja vini ef ég lít ekki nógu vel út. Enginn mun elska mig ef ég lít ekki vel út. Og við höldum áfram með svona hugsanir og þið merkið hvort þið tengið við þetta, hvort það sé mjög oft, stundum, sjaldan eða aldrei. Ég verð að líta fullkomlega út. Útlit mitt er það mikilvægasta við mig. Útlit mitt er stór partur af sjálfsmynd minni. Útlit mitt er mikilvægara en aðrir hlutir í lífi mínu. Ég væri hamingjusamari ef ég liti betur út. Líf mitt væri betra ef ég liti vel út. Útlit mitt hefur eyðilagt líf mitt.
Ég verð að breyta útliti mínu og að lokum allir á mínum aldri líta betur út en ég. Og þið merkið við hvort að þið hugsið svona mjög oft, stundum, sjaldan eða aldrei. Spurning 9. Forðastu atburði eða aðstæður vegna óánægju með útlit eða líkamsvöxt? Ef svo hvaða aðstæður eða atburði forðastu? Það til dæmis að fara í sund, kaupa ný föt, horfa í spegil, æfa íþróttir, að vera náin öðrum, myndatökur, mátunaklefar, vera ómáluð eða eitthvað annað. Skráðu niður hvaða sem að þú forðast, ef þú forðast eitthvað. Númer 10. Notar þú stundum eitthvað eftirfarandi til að fela og innan gæsalappa gallana þína? Ertu að nota sólglerugu, víð föt, hatta, mikinn farða? Ertu með ákveðna hárgreiðslu eða einhverja fylgihluti? Eða eitthvað annað til þess að fela það sem að þú ert ósátt eða ósáttur við. Og spurning 11. Gerir þú eitthvað eftirfarandi til þess að reyna að breyta útliti þínu? Til dæmis að taka stera, fara í stífa megrun, æfa óhóflega mikið, taka mjög langan tíma í það að taka sig til, kroppa í húðina, kaupa megrunarlyf, sleppa máltíðum eða losa sig við mat. Númer 12. Gerir þú reglulega eitt af eftirfarandi til þess að tékka á útlitinu þínu? Ertu að leita eftir samþykki annarra á því að þú lítir vel út? Ertu sífellt að bera þig saman við aðra? Kíkir oft í spegil? Ertu að mæla líkamspartana? Ertu oft að tékka á líkamanum til dæmis að pota í hann, klípa eða kroppa? Og svo spurt hvort að líkams- eða útlitsáhyggjur þínar og hegðun hafi áhrif á líðan þína. Hefurðu til dæmis upplifað þunglyndi eða óánægju, vonleysi, öfund, skömm, afbrýðisemi, sektarkennd, pirring, óöryggi, ótta, einmanaleika eða kvíða í tengslum við líkams- og útlitsáhyggjur? Og hefur líkamsmynd þín haft neikvæð áhrif á til dæmis líkamlega heilsu, andlega heilsu, samskipti við fjölskyldumeðlimi, samskipti við vini, frammistöðu í skóla, tómstundum eða vinnu, hvata eða orku til að gera hluti og ástarsambönd? Og að lokum þá ætla ég að hvetja þig til þess að skrá niður í einhvers konar líkamsmyndadagbók. Svona líkamstengd eða líkamsmyndaratvik. Þú færð betri sýn á eigin líkamsmynd með því að skrá niður hugsanir þínar og líðan í tengslum við líkamann eða útlit. Prófaðu núna að skrá niður atvik þar sem þú upplifðir slæma líðan í tengslum við útlit eða líkamann og veltu fyrir þér: í hvaða aðstæðum varstu? Hvað hugsaðirðu? Hvernig leið þér? Og hvað gerðir þú? Og hvað áhrif hafði þetta á þig? Og svona til þess að draga saman, líkamsmynd getur verið jákvæð eða neikvæð eða einhvers staðar þar á milli. Svörin þín hér að framan gefa þér góða hugmynd hvort að líkamsmyndin þín sé í svona neikvæðri kantinum eða ekki. Ef þú til dæmis hugsar oft neikvætt útlitið þitt og jafnvel órökrétt, þá getur það verið merki slæma líkamsímynd. Veltu einnig fyrir hvort þú hegðar þér á ákveðinn máta til þess að fela útlitið þitt. Þetta ofta eitthvað sem kemur fólki á óvart. Það telur sig jafnvel vera með góða líkamsímynd en áttar sig síðan á því að það að
framkvæma ýmiss konar hegðun til þess að einhvern veginn verja líkamsmyndina sína, passa sá að fólk sjá ekki það sem að þau telja sjálf vera galla. Veltu einnig fyrir hvort þú sért sífellt að tékka á útlitinu þínu. Þetta ákveðin svona öryggishegðun? Ertu alltaf að líta í spegilinn? Ertu alltaf að laga hárið? Ertu alltaf að tékka á húðinni þinni eða laga peysuna svo maginn sjáist ekki? Veltu því fyrir þér hvort þú sért með svona hegðunarmynstur í gangi. Ertu sífellt að reyna að breyta útliti þínu? Ertu til dæmis að stunda einhverja hreyfingu eingöngu með það að markmiði að breyta útlitinu en ekki með það að markmiði að auka heilsu þína og líf þitt eða lífsgæði? Hefur útlit þitt eða mat þitt á eigið útlit haft neikvæð áhrif á líðan þína? Ef þér finnst niðurstaða þín á þessum spurningum vera almennt frekar neikvæð, þá ertu á réttum stað. Þá er að gera að halda áfram með þetta námskeið. Nú getur verið gott að taka smá hlé á námskeiðinu, fara svolítið yfir spurningarnar sem við fórum yfir áðan og skrá niður pælingar sem hafa komið upp í hugann og jafnvel setja sér markmið. Hvað er það sem þú vilt vinna með? Þú sérð það mögulega á spurningunum sem þú varst að svara, hvar vandinn þinn liggur. Er það í einhvers konar hugsunum eða áhyggjum sem eru mögulega órökréttar? Er það í einhverri hegðun sem þú ert mögulega ennþá að sýna þrátt fyrir að vera kannski komin á betri stað í svona líkamsmyndartengdum hugsunum? Eða er það mögulega einhvers konar felun? Ertu að fela útlitið þitt sem að í rauninni minnkar þá kannski kvíðan þinn tímabundið en viðheldur kannski vandanum til lengri tíma litið? Skráðu niður einhver markmið sem þú vilt vinna að áður en við höldum áfram. Þá er komið að skrefi 2. Þá ætlum við að fókusa á bara hvernig slæm líkamsmynd verður til. Og við förum í gegnum þetta skref áður en við förum að skoða hvað er hægt að gera eða hvað við getum unnið með, af því að það er mikilvægt að átta sig á hvaða þátt best er fyrir þig til þess að fókusa á. Er það hugsunarþátturinn? Er það tilfinningarnar? Er það hegðunin þín? Þannig að við skoðum núna hvernig líkamsmyndin verður til út frá þessum 3 þáttum: hugsun, tilfinningum og hegðun. Í grófum dráttum þá verður líkamsmynd þannig til að við mótum við okkur einhvers konar hugsun líkamann okkar. Þessi hugsun sem við höfum okkar líkama eða okkar útlit hefur áhrif á það hvernig okkur líður með útlit okkar eða líkamann. Og líðanin og hugsunin hefur síðan áhrif á hegðun okkar. Þannig að ef að ég er að upplifa einhvers konar vanlíðan í tengslu við útlit mitt, þá hefur það áhrif á hvernig ég hegða mér. Það hefur áhrif á hvernig ég hreyfi líkamann, hvernig ég hugsa líkamann, hvort ég næra nógu vel, hvort ég leyfi líkamann að hvíla sig þegar hann þarf að hvílast, hvort að ég hreyfi mig á heilbrigðan máta. Þannig að mín hugsun og mín líðan í garð líkamans hefur áhrif á hegðunum mína í tengslu við útlit og líkamann. Mér finnst oft gott að nefna þetta svolítið þannig að þegar við erum litli krakkar, þá hugsum við oft okkur sjálf bara svolítið í staðreyndum. Við erum ekki komin með flókna rökhugsun þegar við erum bara á leikskólaaldri, þannig að hugsun okkar okkur sjálf getur verið bara svona ótrúlega hlutlaus, eins og ég er dökkhærð eða ég er hávaxin eða ég er lágvaxin eða ég er stór eða ég er lítil. En með aukinni reynslu og aukinni þekkingu og meiri rökhugsun, þá fer skoðun okkar á okkur sjálfum að mótast og hún verður fyrir áhrifum
af reynslu okkar, hvort sem það einhver bein reynsla, einhver segir eitthvað við okkur eða stríður okkur eða eitthvað slíkt, eða hvort við fáum hrós, eða hvort það einhvers konar óbein reynsla, þar sem við sjáum kannski í sjónvarpinu, hvað við heyrum foreldra okkar segja, hvort að fólk í kringum okkur sé mikið að gagnrýna fólk með ákveðið útlit. Þetta svona óbein reynsla, ef að við til dæmis verðum ítrekað fyrir því að foreldra okkar gagnrýna einhvern fyrir að fitna, þá hefur það áhrif á þá skoðun sem við höfum á því að fitna. Og það hefur þá áhrif á okkur sjálf beint þegar við fitnum. Þannig að aukin reynsla mótar líkamsmyndina okkar. Þannig við förum frá því að vera með bara einhverjar hlutlausar hugmyndir okkur sjálf, eins og ég er ljósarð eða ég er með dökk augu eða ég er með stóran maga, yfir í það að þessar hlutlausu hugmyndir fara að fela í sér einhvers konar dóm. Þannig það að ég sé ljósarð með blá augu og með stóran maga fer að verða ýmist jákvætt eða neikvætt. Ég læri kannski í samfélaginu að það að vera ljósari með blá augu þykir jákvætt. Það eitthvað sem ég kannski læri bara á því sem ég sé í sjónvarpinu eða hvernig fólk í kringum mig talar útlit annarra. En ég læri það líka að það að vera með stóran maga sé neikvætt. Og ég læri það líka á því að hlusta á fólki í kringum mig eða horfa á sjónvarpið og sjá svona hvernig komið fram við fólk sem í feitara lagi. Þannig ég fer að mynda með mér einhverja skoðun á því að ég sé með stóra maga. Þannig ég fer frá því að það sé bara eitthvað algjörlega hlutlaust og bara einhvers konar lýsingarorð, hlutlaust lýsingarorð með engum dómi mig yfir í það að vera eitthvað neikvætt. Margir vilja bara nota orðið feitur til þess að lýsa fólki til dæmis. Af því að feitur getur verið bara lýsingarorð svipað og að vera hávaxinn eða lágvaxinn. En sumum finnst það erfitt orð af því að það að nota orðið feitur í rauninni, það innbyggt í því orði eða með því orði fylgir núna einhvers konar neikvæður dómur. Af því að samfélagið hefur kennt okkur að það sé neikvætt að vera feitur. En við getum alveg bara tekið það orð tilbaka og litið á sem svo að þetta bara lýsingarorð, alveg eins og vera hávaxinn eða lágvaxinn. En mig langar að byrja því að biðja þig að velta fyrir þér aðeins þinni eigin reynslu. Veltu fyrir þér hvort það sé eitthvað atriði eða atburður eða jafnvel áfall sem hafði áhrif á þína líkamsímynd. Hvað var það sem hafði áhrif á þig? Hefur til dæmis einhvern tímann sagt eitthvað við þig? Eða bara jafnvel einhver sagt eitthvað aðra sem þú síðan hefur tengt við? Einhver stríðni sem þú hefur upplifað, einelti, höfnun, veikindi, slys, sambandsslit, einhverjir streituþættir, einhver reynsla í gegnum samfélagsmiðla sem hefur mótað þig eða hefur upplifað einhvern þrýsting frá öðru fólki. Dettur þér í hug einhver ákveðin reynsla sem hafði áhrif á líkamsmyndina þína? Hver var þessi reynsla? Hvað hugsaðir þú í tengslum við líkamann þinn? Hvaða tilfinningu fannstu fyrir í garð líkamans og hvað gerðirðu í kjölfarið? Hjá sumum þetta eitthvað sem hefur verið langvarandi, kannski einhver stríðni sem fólk hefur upplifað, en hjá mörgum þetta svona afmörkuð atvik. Einhver einn hefur kannski sagt eitthvað þitt útlit, einhver hefur kommentað á útlit þitt og það situr eftir og hefur veruleg áhrif á þína líkamsmynd og mjög ósanngjörn áhrif af því við mögulega hunsum öll hin jákvæðu atriðina, jákvæðu reynsluna sem við upplifum og leyfum þessari neikvæðu að vega
allt of þungt í okkar líkamsímynd. Þá mig langar að fókusa á hugsanirnar. Byrjum á því, byrjum á hvernig hugsanir hafa áhrif á líkamsmynd okkar. Þegar við tölum hugsanir, þá getum við verið að tala bara einhverja svona hversdagslega hugsanir sem fljúga hratt í gegnum hugan okkar. Það getur verið bara léttvægar hugsanir sem að kannski snert okkur ekki endilega mikið, en svona fljúga í gegnum hugan og stundum tökum við varla eftir þessum hugsunum. Síðan erum við líka að tala svona dýpri pælingar eða svona kjarnahugmyndir eða gildi sem við höfum bara lífið og tilveruna. Þetta eru hugmyndir okkur sjálf, fólki í kringum okkur og bara heiminn og framtíðina, og þetta geta verið jákvæðar og rökréttar hugmyndir, en þetta geta líka verið neikvæðar og órökréttar hugmyndir. Þetta eru svona mjög sterkar hugsanir sem að jafnvel hafa áhrif á hvernig þessa hversdagslegu hugsanir sem fljúga hratt í gegnum hugan okkar verða. Þessar sterku hugsanir eða kjarnahugmyndir hafa þannig áhrif á okkur að við ósjálfrátt leitum að sönnunum fyrir þessum djúpu pælingum. Þessar djúpu pælingar eða kjarnahugmyndir sem verða til bara út frá reynslu okkar og upplifunum í æsku og unglingsárum, þær verða að eins konar áttavita í okkar lífi. Þær hafa áhrif á hvernig við túlkum hluti. Ef ég til dæmis almennt hef góða trú á fólki og ég kannski bara almennt til að flest allt fólk sé gott, þá ég líklegri til að taka frekar eftir góðum hlutum í kringum mig. Ég líklegri til þess að taka eftir og muna eftir því þegar einhver gerir eitthvað gott, þegar ég verð vitni að einhverju góðu í kringlunni eða einhver gerir eitthvað gott í fréttum eða það eru góðar fréttir í sjónvarpinu. En ef ég og þá ég líka líklegri til þess að hunsa þegar eitthvað neikvætt gerist eða bara minnka vægi þess, og ég tel þetta neikvæða vera undantekning frekar heldur en reglan í lífinu. En svo getur þetta verið alveg öfugt. Ef ég almennt hef myndað með mér einhvers konar neikvæða trú á fólki eða ég treysti ekki fólki, þá ég líka líklegri til þess að taka eftir neikvæðum hlutum í kringum mig. Og þegar eitthvað jákvætt gerist, þá ég líklegri til þess að hunsa það eða gera lítið úr því og jafnvel telja það vera undantekningu. Ef við höfum óraunhæfa hugmynd útlit okkar og órökrétta sýn á okkur sjálf, þá tökum við meira eftir þessum neikvæðu hlutum í okkar garð. Þannig ef að ég hef myndað með mér einhvers konar neikvæða hugmynd eigið útlit, þá verður þessi neikvæða hugmynd sem ég sé eða sem ég hef á sjálfri mér, hún verður að áttavitanum mínum í lífinu. Margir tala þetta sem svona tunnel vision eða svona rörsýn. Þá í rauninni túlkum við hluti frekar í neikvæðan máta eða á neikvæðan máta. Við tökum frekar eftir því þegar einhver segir eitthvað neikvætt eða jafnvel túlkum algjörlega hlutlausa hluti á neikvæðari máta heldur en þeir þyrftu að vera. Og við tölum oft hugsanaskekkjur og við getum verið með margs konar hugsanaskekkjur sem að trufla okkur, og ég ætla að fara bara í nokkrar með ykkur og svona kanna hvort að þið tengi við eitthvað af þessum hugsanaskekkjum, hvort að þið áttu ykkur á því að þið mögulega dettið í gryfju þessa svona hugsanavillna. Fyrsta hugsanaskekkjan sem ég langar að tala svona all or nothing eða svona allt eða ekkert. Þetta svona svört-hvít hugsun. Þetta þegar vantar einhvers konar milliveg í svona hugsanahætti. Við hugsum svolítið í öfgum.
Til dæmis bara ef ég hef þá hugmynd að ég sé ekki myndarlega, ég ekki sæt, þá engin millivör, þá hlýt ég að vera bara ótrúlega ljót. Þannig það vantar milliveginn, það vantar þetta gráa, þetta stóra gráa svæði í bara mannlífinu. Svo það hugsanaskekkja sem við köllum oft alhæfing. Það þegar til dæmis eitthvað eitt ákveðið gerist, það eitthvað sem gerist og við teljum að það muni þá alltaf gerast. Eða einhver einn gerir eitthvað, einhver einn gerir grín á okkur eða segir eitthvað ljótt og þá munu allir gera það sama. Eða öllum þykir ég pottþétt vera ljót eða astnaleg eða vandræðaleg af því einhver einn hefur mögulega sagt það. Eða einhver einn hefur hafnað okkur. Við höfum boðið kannski einhverjum á stefnumót og viðkomandi segir nei og þá þýðir það að allir munu hafna okkur. Enginn í rauninni mun koma með okkur á stefnumót. Hamfaraspá felur það í sér þegar við gerum alltaf ráð fyrir hinu versta. Þegar til dæmis bara ef við tökum aftur dæmið stefnumótið, þegar einhver einn hafnar okkur og vill ekki koma með okkur á stefnumót, þá gerum við bara ráð fyrir því að við munum enda ein og enginn mun vilja okkur út lífið. Við sjáum alltaf verstu mögulegu útgáfuna af því sem gæti gerst. Við búum sem sagt alltaf við hinu versta. Hugsanalestur áhugaverð hugsanavilla. Það þegar við gerum bara ráð fyrir því að eða við teljum okkur vita hvað fólk að hugsa og ef við erum með einhverja neikvæða og órökrétta sýn á okkur sjálf, þá gerum við bara ráð fyrir því að einhver sé að hugsa neikvætt okkur líka, án þess að vita nokkuð það. Til dæmis bara ef við getum tekið dæmi, til dæmis bara ef að einhver getur ekki hitt okkur, við bjóðum vinkonu í bíó og hún kemst ekki með okkur, þá gerum við bara ráð fyrir því að vinkonan vill ekki hitta okkur. Við ímyndum okkur hvað viðkomandi að hugsa og við gefum okkur ástæðuna fyrir því að vinkona okkar kemst ekki með okkur í bíó. Og ef við blöndum þetta saman við alhæfinguna og hamfaraspána og allt eða ekkert hugsunarháttinn, þá erfitt að komast að einhverju ótrúlega hlutlausri niðurstöðu sem gæti verið til dæmis bara að vinkonan var upptekin eða vinkonan hefur séð þessa mynd sem við ætluðum að fara á eða bara hvað annað sem gæti verið, allt þetta gráa svæði sem að gæti verið möguleiki líka. Svo nú til aðrar hugsanaskekkjur eins og til dæmis það að oftúlka. Oftúlka felur það í sér að þegar til dæmis eitthvað smátt gerist að þá blásum við það upp og gerum það að stóru máli ef við tengjum þetta við líkamsímyndina. Þá til dæmis bara gæti þetta verið dæmi þetta gæti til dæmis verið þegar manneskja kannski með eitthvað eitt lítið sem að henni finnst vera neikvætt eins og kannski einhvern lítinn fæðingablett eða eitthvað slíkt og manneskjan gerir ráð fyrir því að bara þessi litli fæðingablettur gerir hana bara algjörlega að einhverju skrímsli. Við sem sagt blásum upp þetta litla neikvæða sem við finnum. Rangur fókus líka dæmi hugsanaskekkju. Það þegar við bara fókusum á þetta neikvæða, tökum bara dæmi aftur fæðingablettinn, að allur fókusun okkar fer á það í stað þess að sjá augun eða varirnar eða tennurnar eða fallega hárið eða fallegu augabrúnirnar, þá fókusun á þennan eina fæðingablett. Málið nefnilega það að það eru allir með eitthvað sem við getum innan gæsalappa kallað galla. Við erum mannleg og við erum mjög ólík og það eru allir með eitthvað sem að í okkar samfélagi telst vera fallegt og síðan líka með eitthvað sem telst ekki eins fallegt. Og ef að fókusinn fer alltaf á þetta sem telst kannski ekki vera fallegt, þá hefur það áhrif á bæði bara okkar svona kjarnahugmyndir okkur sjálf en líka þessar hversdagslegu hugsanir sem streyma í gegnum hugan okkar.
Svo það eru fleiri dæmi hugsanaskekkjur, til dæmis það að finna á allt einhver tilfinningar, svona rök bak við allt saman. Ef að til dæmis eitthvað virðist vera rétt fyrir mér eða ég trúi einhverju eða mín neikvæða hugsun mig lætur mig trúa einhverju neikvæðu mig, þá bara hlýtur það að vera sannleikurinn, þá hlýtur það að vera rétt. Og ég átta mig kannski ekki alveg á því að aðrir hafa mögulega aðra hugmyndir, aðrar skoðanir og eru jafnvel ekki að hugsa mig í fyrsta lagi jafn mikið og ég hugsa mig og öðru lagi ekki jafn neikvætt. Það er ósköp eðlilegt og mannlegt að upplifa stundum svona hugsanaskekkjur. Sérstaklega svona í okkar eigin garð. En ef að líkamsmyndin er orðin frekar neikvæð eða slæm, veltu þá fyrir hvort þú sért mögulega aðeins of oft að detta í þessa gryfju, svona hugsanaskekkjugryfju. Ertu til dæmis að mikla fyrir þér eitthvað sem er pínulítið og fæstir og jafnvel enginn tekur eftir? Ertu að alhæfa álit annarra á þér eftir að hafa heyrt kannski einhvern einn segja eitthvað neikvætt? Þannig að velta aðeins fyrir þér þessum hugsanaskekkjum og spáðu í hvort að þú sért mögulega að falla í þessa gryfju. Ef þú átt það til að hugsa órökrétt og neikvætt eigið útlit, þá er líklegt að þú sért að upplifa neikvæðar tilfinningar í garð líkamans. Algengar neikvæðar tilfinningar í tengslum við slæma líkamsímynd eru til dæmis óánægja, vonbrigði, skömm, kvíði, sjálfsmeðvitund, ótti, stress, vandræðalegheit, reiði, sorg og pirringur, öfund, jafnvel ógeð, vonleysi, einmanaleiki, höfnunartilfinning, óöryggi og afbrýðissemi. Ef þú hugsar neikvætt í garð líkamans og finnur fyrir neikvæðum tilfinningum í hans garð, er líklegt að þú hagir þér líka á neikvæðan máta í garð líkamans eða svona gagnvart líkamanum. Það eru svona ákveðnar tegundir af hegðun sem að vert er að skoða í tengslu við líkamsmyndina. Ef þú hefur einhverju svona óraunsæja hugmynd hvernig líkamar eiga að líta út, þá ertu nefnilega mögulega með einhverja neikvæð hugmyndir eigin líkama sem kveikja síðan á neikvæðum tilfinningum sem kveikja síðan á ákveðinni hegðun. Margir kannast til dæmis við það að forðast hluti eða forðast aðstæður. Til dæmis forðast það að kíkja í spegil eða fara í partí eða afklæðast fyrir framan aðra eða taka myndir af sér. Það að forðast myndatöku eða forðast það að fara í sund eða fara í partí getur mögulega virkað sem streitulosun eða skammtímalausn á vanda sem að í rauninni ristir miklu dýpra og það veitir okkur mögulega ró og frið í smá stund, en til lengri tíma litið þá er þetta ekki að hjálpa okkur. Ef við forðumst til dæmis ítreka aðstæður, þá mögulega missum við af mikilvægum hlutum, við missum af gleðistundum og við lærum ekki að þetta hræðilega sem að við höldum að muni gerist eflaust ekki. Og segjum sem svo að eitthvað slæmt gerist, þá lærum við ekki að við munum mögulega ná að takast á við það. Þannig að velta aðeins fyrir þér hvort það sé einhverjar aðstæður sem þú ert að forðast. Veltu fyrir þér hvort þú sért að græða á því og jafnvel þá hvort þú sért að tapa á því. Þér líður kannski eins og þú sért að græða, þér líður kannski eins og þetta sé að hafa jákvæð áhrif á þína líðan af því þú sleppir við ákveðinn kvíða.
en veltu fyrir til lengri tíma litið hvort þetta sé hjálpleg hegðun eða ekki. Svo það að fela ákveðna líkamsparta. Það að fela hluti önnur tegunda hegðun sem að sumir gera til þess að koma í veg fyrir það að aðrir sjái, innan gæsalappa, gallana, til dæmis að nota sólgleraugu svo aðrir sjá ekki hvernig hún lítur út, fela andlitið með kannski miklu hári, nota mikla andlitsmálningu, vera í víðum fötum eða klæðast peysum sem fara yfir rassinn svo að rassinn sjáist ekki. Þótt þú upplifir aftur mögulega ró og frið í stutta stund og betri líðan við það að fela líkamspartin þinn, þá hjálpar þetta ekki líkamsmyndin þinni til lengri tíma litið. Og veltu þá aftur fyrir hvort þú sért mögulega að fela ákveðin líkamspart og hverjir eru kostir þess og hverjir eru mögulega gallarnir við það að fela þetta. Svo það að tékka. Sumum finnst þeir verða að tékka reglulega á svæðinu sem að þeir eru ósáttir með eða falla í þá gryfju að spyrja aðra ítrekað hvernig öðrum finnst líta út. Samanburður verður þá líka algengari. Við erum kannski sífellt að spegla okkur í öðru fólki, bera okkur saman við aðra, bera magasvæðið okkar eða lærin við læri annara. Við förum að fókusa á þessi svæði hjá öðru fólki líka og verðum uppteknari af því að hugsa þessa hluti heldur en ekki. Við erum mögulega að skoða okkur sjálf óþarflega mikið í spegli, jafnvel að mæla líkamspartana, vigta okkur og svo framvegis. Og líkt og með aðrar aðgerðirnar þá leiða þessa líka til neikvæðra áhrifa til lengri tíma litið. Einnig við erum ítrekað að reyna að laga það sem okkur finnst vera að. Við erum mögulega alltaf að reyna að breyta útlitun okkar eða laga það með einhverjum óheilbrigðum aðgerðum. Einstaklingar með neikvæða líkamsímynd halda oft að þeir verði að laga útlitið sitt til þess að líta betur út og til að koma í veg fyrir einhverja neikvæða hluti eins og höfnun. Algengar leiðir til þess að laga útlitið til dæmis að taka inn stera eða megrun eða óhófleg líkamsrækt eða kroppa í húðina eða eyða rosalega miklum tíma í að taka sér til eða miklum pening í einhvers konar styrti aðgerðir. Veltu bara aðeins fyrir þínum líkamslögunar aðferðum af því að margt af þessu gerum við bara upp að ákveðnu marki og bara á heilbrigðan máta eins og bara snyrta okkur og hugsa vel hreinlæti. Þannig að veltu bara fyrir eru mínar lögunar aðgerðir að hjálpa mér eða ekki, hverjar eru kostirnir og hverjir eru gallarnir. Og aðeins meira þetta, hvernig svona þessi hegðun getur haft neikvæð áhrif á okkar líðan. Eins og ég sagði áðan, það að forðast aðstæður og fela líkamsparta og vera endalaust að tékka útlitinu og jafnvel breyta því getur hjálpað okkur í stutta stund. Þetta getur minnkað kvíða sem að myndast vegna slæmra líkamsmyndar. En áhrifin þau vara skammt og áhrif þess að gera þetta ýtir undir verri líkamsmynd til lengri tíma litið. Mig langar að biðja þig að setja þetta í annað samhengi. Ímyndaðu þér að þú sért hrædd eða hræddur við tannlækna og það að þurfa að fara til tannlæknis veldur kvíða. Og hvað gerum við þegar við erum hrædd við eitthvað? Við reynum að forðast það. Þannig að það að sleppa því að mæta í tannlæknatímann, það að sleppa því að hringja og panta tíma eða skrópa í tímann, það róar okkur tímabundið. Það róar okkur og minnkar kvíðan tímabundið af því við erum ekki í aðstæðunum sem valda okkur kvíða. En hvað gerist
Ef þú hugsar lengra fram í tímann, hvaða áhrif hefur það til lengri tíma litið að vera sífellt að forðast tannlæknatímann? Jú, það getur haft þau áhrif að þegar þú loksins þarft að fara, þá þarf að gera meira og það verður ennþá erfiðara, ennþá sársaukafyllra jafnvel, vandamálið verður stærra og mun erfiðara að yfirstíga. Og það er svo auðvelt að átta sig á þessu þegar maður talar um kvíða. En það er eins með líkamsmyndina. Ef að ég er sífellt að fela einhvern líkamspart eða forðast það að fara í sund, þá verður þessi atburður erfiðari og stærri til lengri tíma litið og jafnvel bara hamlandi út lífið. Þannig að þótt þetta rói hugan og minnki kvíðan til skamms tíma, að þá hefur þetta þau áhrif að til lengri tíma litið verður líkamsmyndin verri og kvíðinn meiri. Og við festumst í einhvers konar vítahring slæmra líkamsmyndar. Af því að hegðunin, hún lætur okkur síðan fókusa miklu meira á þessa jafnvel ímynduðu eða allan að stækkuðu galla. Þannig ef ég sífellt held að ég verð að fela magasvæðið mitt eða fela lærin eða fela rassinn, þá í rauninni fer fókusu minn og öll athyglin fer á þetta svæði og ég fer að hugsa miklu meira magasvæðið eða rassinn í staðinn fyrir bara að minnka vægi þessa svæðis bara á mína sjálfsmynd, að þá stækkar það. Og þetta hindrar okkur í að sjá að það sem við hræðumst er líklega ekki að fara að gerast. Við leyfum okkur aldrei að fara í aðstæðurnar. Við leyfum okkur aldrei að sjá bara hvað gerist ef við förum í sund. Að sjá bara hvað gerist ef við klæðumst ekki síðum peysum og felum rassinn. Þannig ég veit ekki hvort að þetta sem að ég að óttast svona svakalega mikið, hvort að raunverulega gerist það ekki. Þannig ég mögulega og að öllum líkindum að hræðast eitthvað sem algjör óþarfi að hræðast. Einnig minnkar þetta trú okkar á því að við getum tekist á við þessar erfiðu aðstæður eða særandi athugasemdir. Ef ég leyfi mér aldrei að fara í þessar aðstæður, þá sé ég aldrei hversu sterk ég er. Ég sé aldrei hæfni mína og getu til þess að takast á við þetta sem að ég að hræðast. Einnig bara stelur þetta frá okkur tíma og orku og pening. Það ýtir undir óheilbrigða hegðun eins og megrun og steranotkun. Þetta tekur gleðina úr því að hafa sig til og hafa gaman. Fókusin verður á þetta neikvæða í staðinn fyrir það skemmtilega og jákvæða við það að hafa sig til. Og þetta hindrar það að við náum markmiðum okkar. Nú er gott að taka smá hlé og velta aðeins fyrir sér það sem við höfum verið að tala um. Ertu að tengja við eitthvað af þessu og sérðu eitthvað sem að þú vilt vinna með hjá þér? Þá það þriðja og síðasta skrefið. Við ætlum að fara núna í bara svona nokkur atriði til þess að efla jákvæða líkamsímynd og við ætlum að fókusa á þessa 3 þætti: hugsun, tilfinningar og hegðun. Veltu bara aðeins fyrir þér, hvað það við þína líkamsímynd sem þú vilt breyta? Núna þegar við erum búin að fara í gegnum þessa þætti hér að framan, eitthvað sérstakt sem þú ert að tengja við? Eru einhverjar ákveðnar hugsanir sem þú ert að spotta hjá sjálfri eða sjálfum þér? Einhver ákveðin hegðun sem þú tengir við eða ákveðin tilfinning? Þannig að skoða svolítið hvað það sem að þú vilt fókusa á.
Mig langar að byrja á því að hvetja þig til að vera mildari við þig. Þið hafið eflaust heyrt það oft að við erum oft okkar harðasti gagnrýnandi eða harðasti dómari. Veltu bara fyrir þegar vinur eða vinkona þín að gangi gegnum einhverja erfiðleika, hvort gagnrýnir þú viðkomandi eða sýnir skilning og stuðning. Mér finnst mjög líklegt að þú sýnir skilning eða stuðning. En veltu fyrir, gerur það við sjálfa þig? Ert þú að sýna sjálfri þér eða sjálfri þér skilning eða stuðning? Ert að sýna þér samkennd? Lykilatriði í því að styrkja líkamsmyndina er ekki að breyta líkamanum. Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á að það að breyta líkamanum, það að fara í einhverja dramatískar aðgerðir til að breyta líkamanum, hefur ekki jákvæð áhrif á líkamsmyndina til lengri tíma litið. Mikilvægast er að breyta því hvernig þú hugsar líkamann þinn og hvernig þú hegðar þér í tengslu við hann. Og þú getur valið að byrja að hugsa rökréttara og jákvæðara líkamann þinn. Þú getur byrjað að taka skref í rétta átt. Þetta gerist ekki á einni nóttu. Þetta eru skref. Þú ert mögulega búin að hugsa á ákveðinn máta í 10-20 ár eigin líkama og þá tekur tíma að snúa þeirri hugsun við og byrja að hugsa öðruvísi og það tekur æfingu. Það þarf að þjálfa sig í breyttum hugsunarhætti. Og breytt hugsun mun síðan að lokum hafa jákvæð áhrif á tilfinningar þínar gagnvart líkamanum. Mig langar að byrja aðeins á að tala hugsanirnar og hvernig þær hafa áhrif á okkur. Mig langar aðeins að taka svona dæmi. Ímyndaðu þér bara ungan strák, bara 10 ára gamlan strák sem langar að æfa sund. En hann þorir ekki að mæta á æfingar af því hann er hræddur við viðbrögð annarra. Hann óttast það að aðrir geri grín að honum þegar hann fer úr fötunum. Hann er hræddur að öðrum finnist hann vera feitur. Hann sleppur þess vegna að mæta á æfingar og byrjar ekki að læra að synda líkt og jafnaldrar hans. Veltu fyrir hvað þessi strákur er að hugsa. Veltu fyrir hvort að þú sérð eitthvað af þessum hugsanavillum sem við fórum í áðan í þessu dæmi. Er strákurinn að hugsa í staðreyndum? Veit hann hvað þeir eru að hugsa? Er hann mögulega að stunda einhvers konar hugsanalestur? Er hugsunin rökrétt? Mögulega, auðvitað getur útlit okkar verið þannig að aðrir eru að skoða okkur og eru að spá í okkur. Þá er líka þetta að hugsa, er hugsunin að hjálpa okkur eitthvað? Eða er ég mögulega að blása hana upp? Er ég mögulega að fókusa of mikið á þetta neikvæða? Þannig það er gott að hugsa, er þessi hugsun að hjálpa þessum strák eitthvað? Gæti hann æft sig í rökréttari hugsun sem væri hjálplegri? Ósjálfráðar, svona neikvæðar hugsanir geta haft slæm áhrif á okkur. Til dæmis bara í þessu tilviki, það að hann hugsi svona neikvætt viðbrögð annarra við því að hann sé að fara úr fötunum, er að hafa þau áhrif að hann mætir ekki á æfingar. Hann þjálfast ekki í sundi og hann missir af mörgum gleðistundum sem jafnaldrar hans er að upplifa. Og það sem gerist líka er að hann prófar ekki, hann veit ekki hvort að það sem að hann hefur áhyggjur af muni raunverulega gerast. Og ef það gerist, hvort að hann ráði við það, hvort að hann ná að tækla það, hann fer ekki í aðstæðurnar. Hann lærir aldrei hvort að þessar hugsanir sem hann hefur, hvort að það séu bara hans hugsanir, hans skoðanir og mögulega ekki staðreyndir. Mögulega er þetta alls ekki hugsun sem aðrir hafa,
heldur bara neikvæð hugsun sem hann hefur mótað eða myndað út frá einhverri reynslu, mögulega blöndu af reynslu og skökkum hugsunarhætti. Prófaðu að skoða aðeins þínar neikvæðu hugsanir. Prófaðu til dæmis bara að skoða aðeins í spegli og reyndu að tékka á hvað sem þú fókusar á. Hvað það sem að þú horfir á þegar þú kíkir í spegil? Það einhver ákveðin líkamspartur sem þú fókusar á meira en annar? Eða eitthvað svæði við líkamann þinn sem þú fókusar á? Það nefnilega alveg gríðarlega mikilvægt að reyna að breyta þessum fókus ef hann neikvæður. Skrifaðu til dæmis niður, prófaðu að skrifa niður þessar neikvæðu ósjálfráðu hugsanir sem poppa upp þegar þú ert að fókusa á eitthvað svæði, eins og til dæmis vá hvað nefið mitt skakkt, eða vá hvað hárið mitt flatt og ljótt, eða vá hvað magi minn feitur og ógeðslegur, eða eitthvað slíkt. Hvað það sem poppar upp? Veltu síðan fyrir þér hvort að þessi hugsun sem poppar upp sé staðreynd eða dómur. Þetta staðreynd eða ertu búin að búa til einhver dóm í kringum hugsunina? Til dæmis, nefið þitt kannski skakkt? Þannig að þú horfir í spegil og þú sér skakkt nef, þá það kannski skakkt og það staðreynd. En ef þú segir við sjálfa þig að það sé skakkt og ljótt, þá ertu hér með staðreynd og dóm. Eða ef ég horfi á sjálfa mig í spegli og ég segi sé feit og ógeðsleg, mögulega ég í feitari kantinum og þá það staðreynd. En það að segja ég sé ógeðsleg dómur. Eða það að segja að hárið mitt sé flatt og ljótt. Mögulega hárið mitt flatt, en það ekki endilega ljótt. Þannig að ef eitthvað af því sem kom upp í hugan þinn dómur en ekki staðreynd, eins og magi minn feitur og ljótur, reyndu þá að finna hjálplegri og jákvæðri staðhæfingu á móti. Til dæmis bara, magi minn feitur, það staðreynd, en ég get ákveðið að koma með eitthvað annað heldur en þennan dóm og æft mig í því. Þannig að magi minn feitur eða í mýkra lagi en aðrir magar, en magar alls konar. Það sem gerist líka þegar við erum með svona neikvæðan fókus að samanburður verður meiri. Við berum okkur öll saman við annað fólk, en veltu fyrir þér hvort þú sért að bera þess oftar saman við aðra og jafnvel að bera þess saman við aðra sem láta þig koma út á neikvæðri máta og hvort að þín hugsun í tengslum við samanburðinu sé neikvæð. Til dæmis bara það, ef þú átt vinkonu sem gríðarlega falleg og þú kannski sífellt að bera þig saman við hana, eins og þú vinkonu sem Anna sem gríðarlega falleg og hugsunin sem poppar upp í hugan þá, hún Anna svo miklu fallegri en ég. Pröfaðu aftur að hugsa í staðreyndum og hugsa þessa setningu án þess að hún feli í sér dóm. Setningin ætti bara að stoppa áður en ég kemur. Bara Anna falleg. Sleppa þessu en ég. Sleppa samanburðinum. Staðreyndin fær að standa ein og sér að Anna falleg. En þú þarft ekki að bera hana saman við þig. Við erum öll ólík og þú eflaust fallegri en einhver annar, að mati einhvers. Þannig að samanburðurinn sem þú ert að búa til svo ótrúlega persónubundinn og bara huglægur. Og ef þið líður illa eftir að hafa borið þig saman við ákveðna manneskju, reyndu þá á fremsta megni að sleppa þessu en ég í lok setningarinnar. Leyfðu hugsuninni eða staðreyndinni manneskjunni bara standa ein og sér sem bara lýsing á þessari manneskju. Ekki lýsing á þér. Þessi manneskja var ekki sett
á þessa jörð til að vera mælistika fyrir þig. Þannig að hugsanir eru ekkert endilega staðreyndir í sumum tilvikum, en í sumum tilvikum eru þær staðreyndir en þær fela þá líka í sér dóm. Ef þú ert að upplifa mikið af neikvæðum hugsunum, veltu þá fyrir þér af hverju er ég að hugsa þetta? Er hugsunin að hjálpa mér eitthvað? Er þessi hugsun mögulega að valda mér meiri vandræðum eða skaða? Er ég að þykjast geta lesið hugsanir annarra? Er ég að alhæfa? Er ég að fókusa á það neikvæða? Og hvað er raunverulega það versta sem getur gerst? Jafnvel bara að æfa sig þá í þeim aðstæðum. Hverjar eru raunverulegu staðreyndirnar og er til einhver rökréttari hugsun? Og eins og ég sagði áðan að þá eru sumar hugsanir svona dýpri pælingar heldur en þessar hversdagslegu hugsanir sem bara svona streyma í gegnum hugan oft á dag. Dýpri pælingar eru einhvers konar viðhorf eða svona kjarnahugmyndir sem við höfum okkur sjálf og ekki eins fljótandi eins og þessar hversdagslegu hugsanir. Þetta einhverjar kjarnahugmyndir sem hafa myndast út frá einhverju reynslu eða eins og ég sagði áðan, blanda af einhverju reynslu og einhverju hugsanarskekkju, þannig að reynslan er blásin upp eða túlkuð á neikvæðri máta en hún þyrfti að vera og við jafnvel hunsum þetta jákvæða. Og þetta einhver svona kjarnahugmynd eins og ég er ljót eða ég er ekki nógu góður, sem síðan hefur áhrif á og mótar þessar litlu hversdagslegu hugsanir. Og það er gríðarlega mikilvægt að vinna í þessum dýpri pælingum líka. Ef ég má taka aftur dæmið strákinn sem átti erfitt með að fara í sundið. Í hans dæmi þá gæti hans kjarnahugmynd eða dýpri pæling verið að hann sé bara ljótur eða ekki nógu góður. Og staðreyndirnar sem hann byggir sína kjarnahugmynd á eru þær að honum finnst hann líta illa út í sundfötum. Staðreyndir sem eru gegn þessari hugmynd eru til dæmis bara þær að kannski hefur enginn gert grín að honum áður þegar hann klæðist sundfötum. Enginn hefur gagnrýnt hann. Foreldrar hans segja hann sé fallegur, mögulega er stelpa eða strákur í bekknum skotin í honum. Það er fullt af öðrum raunsærri og betri hugmyndum á móti hans neikvæðu kjarnahugmynd. Annað dæmi, mögulega er hann feitur og mögulega eru krakkarnir að fara að segja eitthvað hans útlit. Við verðum að gefa okkur það að í einhverjum tilvikum er hugmyndin okkar sönn. Þá er mjög mikilvægt að velta fyrir sér bara hvort það sé einhver leið til að minnka vægi þessara hugsana. Er hægt að átta sig á því að þú ert nógu mikils virði óháð útlitinu þínu, að útlitið sé ekki það sem gerir þig að þeirri manneskju sem þú ert. Veltu líka fyrir þér bara hvað segja vinir þínir þig og er þessi hugmynd hjálpleg? Ætti ég mögulega að fókusa á eitthvað annað? Ætti ég að fókusa á aðra, jákvæða þætti mig en ekki þetta eina neikvæða sem ég er að fókusa á? Og þegar við erum að vinna að því að mynda með okkur raunsærri og jákvæðri svona kjarnahugmynd eða djúpa pælingu okkur sjálf, þá er hægt að velta fyrir sér hvort að hvort að þessar kjarnahugmyndir sem við höfum séu mögulega að hafa neikvæð áhrif á hvernig við sjáum heiminn. Þannig ef ég er með einhverja hugmynd mig, neikvæða hugmynd mig, er þessi neikvæða hugmynd að hafa áhrif á hvernig ég sé heiminn? Er hún að hafa áhrif á hvernig ég túlka hluti sem að gerast í kringum mig? Hvað fókusa ég á? Hvað tek ég eftir?
Hvað man ég? Man ég eftir þessum tveimur sem horfðu á mig í búningsklefanum en ekki öllum hinum 30 sem spáðu ekkert í mér? Man ég frekar eftir einni neikvæðri athugasemd sem ég fæ í einhverju partíi en ekki öllum hinum 30 sem að kannski voru bara ekkert að spá í mér eða jafnvel voru með jákvæðar athugasemdir? Er ég sífellt að leita að staðreyndum sem styðja mína neikvæðu kjarnahugmynd? Ef mér til dæmis finnst ég vera ljót eða ljótur, þá tek ég frekar eftir því þegar einhver segir eitthvað örlítið neikvætt. Og ég hunsa frekar öll þessi fallegu hrós. Ég mun líklegri til þess að bera mig saman við aðra, ég mun líklegri til þess að fókusa þá á fólk alveg sérstaklega sem mér finnst vera fallegri en ég, en tek ekkert eftir því að ég er mögulega fallegri en margt annað fólk. Og þessi djúpa pæling eða kjarnahugmynd hefur áhrif á hvernig ég túlka það sem ég lendi í. Ef einhver til dæmis vill ekki fara með mér á stefnumót, þá er ég líklegri til þess að hugsa, honum leist bara ekkert á mig eða hún hefur greinilega engan áhuga á mér því ég er ekki nógu sætur eða eitthvað slíkt. Í stað þess að finna margar aðrar mögulegar, aðrar ástæður eða staðreyndir, eins og til dæmis viðkomandi er kannski mögulega farin að hitta einhvern annan, viðkomandi hefur mögulega bara aldrei hefði mögulega aldrei byrjað að tala við mig bara in the first place ef að manneskjan hefði ekki litist vel á mig. Þannig ég sé ekki gráa svæðið. Ég sé ekki allt sem er á milli þess sem að ég held og þess sem er mögulega að gerast. Til þess að hjálpa þér að móta raunsærri og svona jákvæðri kjarnahugmynd þig, þá langar mig að hvetja þig til þess að hafa eftirfarandi punkta í huga. Útlitsfyrirmyndir eru mjög oft óraunsæjar og jafnvel breyttar. Sérstaklega það sem við sjáum á samfélagsmiðlum og í sjónvarpinu. Við erum ólík. Það eru engir tveir eins. Rannsóknir hafa til dæmis sýnt að ef þú lætur hópa fólki borða alveg sama magn af mat og hreyfa sig alveg jafn mikið, þá verða líkamarnir samt ólíkir. Sumir verða grannir og aðrir verða feitari. Þannig við erum ólík frá náttúrunnar hendi. Og frá náttúrunnar hendi er líka eðlilegt að breytast. Allt í náttúrunni breytist, líka líkamar okkar. Útlitið er ekki vandamálið. Það er nefnilega málið. Útlitið er ekki vandamálið. Oft er það frekar neikvæða líkamsmyndin okkar eða litla sjálfstraustið sem að í rauninni hefur áhrif á samskipti okkar við fólk og samskipti okkar í ástarmálum og samskipti okkar við vinnufélagana, en ekki útlitið sjálft. Útlitið var aldrei vandamálið, heldur hvað þér finnst útlitið þitt. Þú veist ekkert hvað aðrir eru að hugsa. Það kemur manni oft á óvart þegar maður kannski mörgum árum eftir kannski einhver unglingsár þar sem maður var kannski með slæma líkamsímynd átta sig á því að einhverjir 2-3 voru voðalega skotnir í manni og maður hafði ekki hugmynd það. Sýnir manni ofboðslega sterkt að maður veit aldrei hvað aðrir eru að hugsa. Og það kemur manni líka stundum á óvart að maður kannski heldur að einhver sé að dæma mann og svo kemur í ljós að viðkomandi var kannski bara djúpt sokkinn í eigin áhyggjum. Þannig þú veist aldrei hvað aðrir eru að hugsa. Þú ert svo miklu meira en útlitið þitt. Það væri algjörlega galið ef að útlitið þitt væri það eina sem var áhugavert við þig eða bara væri það áhugaverðasta við þig. Fólki sem þú umgengst og fólkinu sem þykir vænt þig, þykir ekki vænt þig út á útlitinu þínu. Og pældu í því hvað væri leiðilegt ef að allt mannfólk liti eins út. Veltu fyrir útlit forfeðra þinna, minnst þetta svolítið skemmtilegt. Það er ástæða fyrir því að stóri rassinn eða mjúki maginn eða
þykku upphandleggirnir hafa náð að þróast áfram með þínu fólki, með langaömmu þinni eða langafa þínum. Þessi stóru þykku handleggir hafa mögulega komið að góðum notum fyrir einhverjum 100-200 árum síðan og þess vegna náð að þróast áfram og náð að vera partur af þinni fjölskyldu. Stór partur af þínu útliti bara uppbyggt af þínu genamengi og þú ert að erfa útlit forfeðra og formæðra þinna af ástæðu. Þetta eru eiginleikar sem hafa hjálpað þeim að lifa af. Þannig það getur verið gaman að skoða hvernig leit langamma þín út eða langafi þín út og áttu eitthvað sameiginlegt með þeim. Passaðu síðan á því að vera ekki að bera einhver svona hversdagslega útgáfa af þér saman við vel pússaða og uppstillta Instagram útgáfa af öðrum. Prufaðu að skrifa niður að minnsta kosti 3 hluti sem þú hefur náð að gera eða tekist að gera í lífinu og finndu styrkleikana sem þú þarft að hafa til þess að ná að gera þessa hluti. Hvaða styrkleika þarf einstaklingur að bera til þess að ná að klára menntaskóla eða æfa íþróttir eða prjóna peysu? Og prófaðu að búa til svona líkamsvirðingabanka, einhvers konar hugmyndabanka sem þú getur leitað í þegar þú ert að upplifa slæma líkamsvirðingadaga. Prófaðu að vera með einhverjar góðar fyrirmyndir á samfélagsmiðlum, einhver góð lög sem eru peppandi, eitthvað svona sem lætur þig líða vel þegar þú ert að upplifa slæma líkamsvirðingadaga. Lokaskrefið í því að styrkja líkamsmyndina að skoða hegðunina og velta fyrir sér hvort það sé einhver hegðun sem þú ert að framkvæma sem viðheldur mögulega þessari neikvæðri líkamsmynd. Ertu með eitthvað sem við köllum svona öryggishegðun sem þessi kvíðatengda hegðun eins og fela líkamspartinn sinn eða forðast hluti? Við köllum þetta öryggishegðun að þetta verndar þig tímabundið gegn slæmri líðan. Þetta verndar þig fyrir þessum útlitskvíða sem þú mögulega upplifir í sundi eða í myndatöku eða á æfingu eða í partíi. En eins og við höfum rætt að þá veldur þessi öryggishegðun eða neikvæða hegðun því að til lengri tíma litið þá batnar líkamsmyndin ekki. Þú nærð ekki að prófa þig áfram. Þú nærð ekki að sjá að það sem þú hræðist mögulega ekki hættulegt, að það sem þú hræðist mögulega ekki eins stórt og þú heldur, eða að það sem þú hræðist mögulega eitthvað sem þú vel getur ráðið við og tæklað. Þannig ég hveti til þess að ögra þér aðeins, reyna að sleppa einhverju öryggishegðun. Sleppa því til dæmis að kíkja svona oft í spegil, sleppa því að klæðast víðum peysum eða að vigta þig eða mæla þig. Gerðu jafnvel áætlun þar sem þú tekur því svona litlum skrefum ef þetta eitthvað sem þið finnst vera svolítið erfitt. Þá tekur þetta í svona litlum skrefum og færi því í áttina því sem að þú hefur hingað til forðast að gera eins og færi sund. Þá til dæmis bara þetta að æfa sig í því að vera í sundfötum heima og svo kannski sundfötum fyrir framan foreldra eða vini og ef þú hefur aðgang að heitum potti þá þetta að prófa að fara í heitan pott með fjölskyldunni og taka þetta í þessum litlum skrefum áður en það kemur að því að fara hreinlega í sund. Svo þetta að fara í sund kannski þegar það lítið að gera eða þegar það myrkur og svo svona vinna sig jafnt og þétt í áttina því að fara í aðstæðna sem þið finnst langmest óþægilegar. Ég hveti líka til þess að prófa því að bara æfa því í að fókusa á annað en útlit. Fókusa á aðra þætti, til dæmis í þínu fari eða bara í fari annarra.
Við eigum það líka til að ef við erum sjálf að upplifa neikvæða líkamsímynd þá eigum við það til að vera svolítið útlits svona fókuseruð og þá gerum við það líka við annað fólk og við verðum svolítið gagnrýnni á annað fólk líka og af því að við erum það þá höldum við að þau séu það líka og áttum okkur kannski ekki alveg á því að aðrir sem eru með jákvæðari líkamsímynd en við eru að fókusa minna á útlit og eru þá líka að fókusa miklu minna á okkar útlit. Prófaðu að vera mildari við þig. Talaðu við þig eins og þú talar við vini þína. Prófaðu að leita rökum á móti neikvæðu hugsunum þínum. Veltu fyrir þér hvort þú sért raunverulega að upplifa eitthvað af þessum hugsanaskekkjum sem við ræddum hérna áðan. Prófaðu að breyta hegðun þinni og sleppa eitthvað af þessum öryggishegðunum eins og að fela magann eða fara ekki í sund. Og eftir 1 til 2 vikur skaltu skoða aftur spurningarnar sem við fórum yfir hérna í upphafi og kanna hvort þú finnur fyrir einhverjum breytingum. Ef þér finnst staðan ennþá vera neikvæð, veltu þá fyrir þér hvaða þættir líkamsmyndarinnar væri hægt að vinna meira með. Það til dæmis bara hversu mikið vægi útlitið hefur í þinni sjálfsmynd? Þarftu mögulega að finna nýjar fyrirmyndir? Þarftu mögulega að ögra þér ennþá meira og prófa eitthvað nýtt? Ég vona að þetta námskeið hafi verið hjálplegt og hveti til þess að hafa bara samband við mig. Það er alltaf hægt að senda mér tölvupóst eða ef að spurningar vakna og bara gangi þér vel.